var rafmagnað andrúmsloft og uppselt í Káa-heimilinu þegar erkifjendurnir Káa og Þór mættust. Leikurinn stóð algjörlega undir væntingum, mikill hasar. Eftir jafnan fyrri hálfleik þá sigldu Káamenn fram úr í síðari hálfleik og fögnuðu sigri. Selfoss hafði ekki fagnað sigri síðan 2. nóvember. Þeir mættu Aftureldingu í Mosfellsbænum. Flestir bjuggust við sigri heimamanna en frábær barátta Selfyssinga skilaði naumum og dýrmætum sigri. Valsmenn eru mjög sterkir þessara mundur og unnu rútínu sigur gegn Eyjamönnum. Arnór Snær Óskarsson hefur breytt miklu fyrir Hlíðarendaliðið. Framarar unnu sterkan sigur gegn IBVF í Eyjum í síðustu umferð og voru á heimavelli gegn Stjörnunni. Stjarnan spilaði sem besta leik í vetur og unnu stórsigur gegn slökum Frömmurum. Daniel Freyr Andrésson lokaði FH-markinu gegn ÍR-ingum í Breiðholtinu. FH náði góðri forystu snemma leiks og létu hana aldrei af hendi. Öruggur sigur gegn botliðinu. Það stefndi í spennandi leik Hauka og HK eftir jafnan fyrri hálfleik. En það gersamlega hrundi allt hjá Kópavogsliðinu í seinni hálfleik. Stórsigur Hauka staðreynd. Já, hér sjáum við síðan úrslitin 8 marka sigur FH, 14 marka sigur Hauka. Káa sigur gegn erkifjendunum, óvæntu úrslitin í Mosó og líka má segja Stjarnan vinnur Íslands og bikarmeistara Fram með 8 marka mun og eins og ég sagði hérna í rútínu sigur Valsmanna staðan. Það eru línufarnar að skýrast heldur betur núna þegar deildakeppnin hálfnuð. Haukarnir tróna á toppnum, 18 stig, Valsmenn fylgja þeim eftir með 16, Afturelding með 15. Káa og FH með 14 og 13, IBVF með 11, Stjarnan og Fram með 10 stig, HK 8 og Þór og Selfoss 7 stig og ÍR-ingar eru ennþá á botninum og hafa enn ekki unnið leik.